En við byrjum eins og vanalega á fréttum dagsins og hér ætti að vera María Pétursdóttir en hún veik, þannig að Guðmundur Hrafn Argeirsson hefur hlaupið í skarðið sem lærlingur á fréttastofu. Já, velkomin. Rennur blótið skildunar. Velkomin. Takk fyrir. Þið upp á okkur fréttir? Það mikið í fréttum. Náttúrulega kannski við byrja þar sem að flestir eru að taka eftir núna. Það óveðri sem að geysa. Það byrja svona hvessa svolítið duglega upp úr 2-3 í dag og nú allt bara allt brjálað á Suðurlandi. Já, eiginlega allt vitlaust á Suðurlandi. Þetta nú bara eitthvað smá hérna sýnisótt sem að við fáum í Reykjavík. Já, það var með þess að fallegt veður þegar ég kom hingað upp yfir. Já, sama hér. En það eru bara margir búið að mikil ófærð undir Eyjafjöllum. Ég las fréttur að ferðamenn hírðust í kulda og trekki inn á gistiheimilum þar sem að maður geta að hita upp hótelherbergin. Rafmagnið fór. Já, rafmagnið farið og það líka búið að loka vegum hérna í nágrunni höfuðborgarsvæði. En ég heyri nú á sveitungum mínum í Ánneshreppi að þeim minnst verið bara skaplegt. Það þetta eina af uppáhaldsfréttum með Maríu þegar það kemur eitthvað óveður að þá bresta innviðirnir. Og það var varla farið að hvessa á Suðurlandi, það var rafmagnslaust frá Hvolsvelli og austur fyrir Vík og Vestmannaeyjar líka. Þannig að það má varla hreyfa vind á þess og svo svara menn oft, já það bara, við erum öllu vön, það óveður og það ekki þannig, Manstu þegar rafmagnið fór á Ólafsfirði fyrir 2 árum? Þá var það bara út af vanrækslu við endurbyggingu línunar. Já, hún þoldi ekki, var ekki ísing. Já, ég þoldi ekki ísinguna. Það hefði verið bent á þetta, það var líka viðbragðsaðilarnir, þeim hefði verið fækkað, þannig að það sem áður voru svona viðbragðsaðilar í héraði, það hefði verið sparað og þeir verið aflagðir. Þannig að... En nú má ekkit út að breiða ef hvessir aðeins og fyrir að snjóa eða kólnar þá eru margir af þessu innviðum sem við treystum á vegakerfið og flutningskerfið rafmagns. Þetta bara... Og oft þegar rafmagnið fer, þá fer GSM-i líka, sem var öðruvísi heldur en í gamla daga. Já, þá var hægt að hringja. Hringja í kopandum bara. Já. Var þetta svona að þú nú strandamaður á Vestfjörðum? Var þetta svona í þinni æsku að detta út rafmagn? Já, þetta var náttúrulega ótryggt rafmagn. Ég ólst upp í Bolungarvík og það var náttúrulega ótryggt sjónvarpið. Það datt út kvöldum saman og svo var rafmagn að flökta. Það var aldrei á 50-tugum, þannig að það datt ekki út. Nei, en það flökti náttúrulega. Þetta náttúrulega var allt öðru sér flutningskerfi rafmagns þá. Þetta voru þetta tréstaurar sem að lágu. Kuppuðust. Já, kuppuðust í sundur og var öðruvísi þá. En jú, ég man að eftir þessu það var alltaf kerti og eldspýtustokkar í öllum gluggakistum, þannig að menn þurfti ekki að falma í myrkrinu. Ég var að reyna að rifja þetta upp og mér minnir að hafi verið þannig að þó að verið brjála veður úti, þá var alltaf bara að hafa hlýtt inni og ekki oft sem að rafmagnið fór. En þó mann ég það til dæmis á aðfokadag, þá gætti fólk sig á því að byrja að elda snemma, eða allt sem hægt var að elda undan, vegna þess að það gat dottið út svona milli 5 og 6 þegar allir voru með raffaelda þá sló út ég man eftir þessu en yfirleitt, og ég segi það sama að ég svona gamall og náttblindur og svona með svo lítið ljóstýra á ljósastyrunum og ég minnir þetta hafi eitthvað verið öðruvísi þegar ég var að þá átti Reykjavíkurborg náttúrulega orkuveituna og mátti bara eyða rafmagn eins og það vildi og áttu hitaveituna og það var rafmagn og ódýrt. Hiti var ódýr. Þá gátu lýst upp Reykjanesbrautina alla, ekki bara annarkvæmt stöður öðrum megin. Já. eins og var lagt upp með. Ég man ekki betur heldur en að það tekið annarkvæmt ljósastöður niður fyrir nokkrum mánuðum síðan. Já. Til að spara orku. Til að spara orku. Sem að yfirleitt fólkið á sjálft Já. Þannig að þetta eru viðskipti, nú þarf Reykjavíkurborg að borga orkuveitunni. Já. Að þá sparnar í því að borga minna en þá fá þau náttúrulega bara minni arð og oft götuljósin eru á nóttinni þegar það minnsta rafmagnsnotkun. En maður tekur líka eftir því að það fjölgar þessu viðvörum og þessu svona að almannavarnir taki til sín. Það er ekki nýtt kerfi. Þetta var ekki... Nei, og almannavarnir taki til sín svona óveðursspár og búist við versta. Það er líka kannski út af því að innviðinu þolir ekki. Ég veit ekki, kannski er þetta bara öðruvísi síslum.
Guðmundur Hrafn 12 ára hefði ekki vitað hvað gul viðurum var, hann heldur að allir verið komið guluna. Já, mjög sennilega. Það var ekki komið. En þetta svona, þetta á að vera fram eftir degi á morgun. Já, og það hrannast inn fréttir af bílum fastur á Kjalarnesi og það er náttúrulega bara ástæð þess að biðja fólkum að fara varlega náttúrulega. Ég átti ferðum bæinn svona milli 3 og 4 í dag. Það var, ég veist að hafi verið bara svona 20% af þeim bílum sem eru vanlega. Þannig að ég með fyrst, þá var fólk bara að byrja að draga sinni í skjel og ég hlætti ekki að kunna þetta náttúrulega. Já, það var bara, á mínu heimili var bara keypt sérstaklega inn fyrir storminn sko. Ég var þegar ég var út í Bandaríkjunum 1 ár, þá var spáð stormi í marsmánuði og það bara skruppu allar búðir til og augljóstu svona blizzard eða óveðurs tilboð í öllum glöggum. Það var bara til að gapa ykkur til að kaupa. Sko. Já, en þetta er svona, menn getur svolítið úr þessu sko, en gott að það var triks að því ég vann eins og í kjötbúð. Þá var mjólkurverkvall eins og var oft þá, sem það tengist kannski aðalfréttu dagsins sem eru verkvall. En það var sem sagt verkvall í mjólkurbúðinni og þá sá kaupmaður sér leik á borði og setti fyrir fram að svona trópi ávastaferðnur aðeins 2 á mann og þær tæmdust í kvelli. Það þurfti ekki að skamta það var bara klóku köpum. Já, bara leið og takmarkað. Já, fólk sækist eftir takmarkum í gælum. Já. Þetta var klókt hjá. En að einhvern tímann ef þú ferði í það eitthvað kjötbúðin þá er þetta gammalt triks. Mjólkurbúðin var náttúrulega farnar, þannig að Já, en það er það er verkfallið. Já, verkfallið. Og málaferli. Já, og það er mikið að gerast og við... Fórstu í Héraðsdóm? Ég var í Héraðsdóm í dag og var þarna með töluvert stórum hópi af eflikafólki. Ég fór nú þarna til þess að styðja bara félaga mína sem er á leigumarkaði og er að berjast fyrir betri kjörum. Og það var mikill hugur í fólki og hún var ná tiltölulega lengi hérna inni, þetta tók miklu lengri tíma þessi fundur hérna inni hjá dómarunum heldur hún að gera það ráð fyrir og væntanlega vegna þess að þarna verið að ræða mál sem hafa aldrei komið inn á dómstóla áður en það er alveg ótrúlegt að fylgjast með framvindu þessa máls þetta er bara þetta byrja náttúrulega bara með því að kemur fram með þessa tillögu að þessum tímapunkti og allur aðdragandinn sem að flestum var ljós að það, hann búaða til blaðamannafundar daginn áður, ef ég mann rétt, áður en hann sest niður með ég held ekki, ég held að það hefði komið morgunin. Já, hann hefði búaða til blaðamannafundar. Já, bara þá með klukkutíma fyrir var hann að því hann hittir Sólveig hefur verið að lýsa sér í dag, henni var eiginlega hent út til þess að geti haldið blaðamannafundi. Já, ég man eftir þessari tilkynningu blaðamannafundin og svo að koma svo með þessa tillögu sem er samhljóða tilboði samtaka atvinnulífsins. Mér finnst þetta eiginlega, ég ánum alltaf orð til þess að lýsa þessu að geta kallað þetta miðlunartillögu. Það stangast held ég á við svona hugmyndir almennings sanngirni, að það sé sanngjarnt að taka sjóna með annars deiluðala. Já, það geti ekki annað síðan að þetta bara stríði gegn öllu svona manns viðmiðum þegar maður hugsaður með þetta. En öll verkalýðshreyfingin eins og leggur sig hefur svona sumir fordæmi þetta, það er notað í mörgum yfirlýsingum, aðrir hvetja til þess að draga þetta tilbaka, aðrir segja að það sé vafi lögmæti og eitthvað fleira, en það er svona þegar að vera að líða á og þetta kannski leiti ekki nógu vel út fyrir sátta, að þá er Ásmundur Stefánsson dreginn á flott. Já, það var eins og væri komin fullmikið gagnrýni á að fyrirverandi samstarfsmenn og samstarfsfólk hans ríkissáttasemjara hans Aðalsteins Leifssonar úr Háskólanum í Reykjavík. Fólk hefur verið búin að fá nóg að því og fólk kannski farið að sjá í gegnum að það var kannski ekki rétt að fá þetta mæta fólk til þess að koma og lýsa yfir stuðningi við málstað fyrirverandi samstarfsmanns og úr stofnun sem að svona hálfpartinn er reikin af þessum stofnunum eins og allar minnstu kosti sitja hann aðeins úr viðskiptaráði og þeir eiga háskólanir ekki. Já, þannig þeir áttu tækniskólan og þeir eiga líka iðnskólan. Þannig að þetta hluti af nýfrjálshyggjutímanum var það að samtök fyrirtækjaeigenda rækju menntakerfið svo að menntakerfið myndi skila þeim réttu starfsfólki sem hentaði því. Það er ná að segja allt árangurinn á því er iðnskólinn
og iðnmennt í landinu, þar sem að vantar sko stórkostlega iðnmennta fólk, en það eru einmitt samtök iðnaðarins og fleiri sem að reka þá skóla, ekki með góðum árangri. Ég man eftir þessu umræðu bara þegar ég var í gamla tækniskólanum og þá var þessi umræðu að komast að stað að það þurfti að vera með skólastofnanir sem að framleiddu vinnuafl sem að hentaði vinnumarkaðnum. Og þetta kannski Háskólinn Reykjavíkur er afurðin á því, en kannski þetta ástæðan fyrir að Ásmundur Stefánsson er dreginn þarna fram, að fólk hefur kannski verið búin að sjá full mikið í gegnum þetta að draga þarna fram augljós hagsmunatengsl. Það var í Kastljósi í kvöld. Já. Það sem hann fór svona fyrir hlutin, ég gafst upp á að hlusta þá var hann að tala um eitthvað að miðluna til að væri lögð fram af því að Sólveig Anna hefur verið svo orðurljút. Já. Þannig að eftir þetta skilið, eins og að síða til konuna. Að við kallanir, við ætlum að síða hana til með þessari miðlunartilhögu. Þetta er bara, ég held að þetta stundum finnst mér þessi umræða þetta sem komin út á eitthvað svæði sem er bara óskiljanlegt. Já, ég tek eftir þessu svona í þessum dúr svona stuðningsyfirlýsingum við eflingu en ekki við stjórnina. Það er svo að fara fyrir brjóstið og svona teprónum að úti, orðbræðið og látbræðið sem að er rauninni bara það sem að þarf í kjarabaráttu samtímans. Þau kjósa, láglaunafólk er ekki að kýsa þessa forystu. Það kýsa heyja baráttunum þannig og ég held að með þetta millistilla fólk, Ásmundur og félagar, bara ekki hafa neina skoðun að því. Það er bara að setja sig við það. Já, bara einmitt. Svo þegar Sólveig Anna bendir á til dæmis gagnrýni BHM, hvernig þeir reka sína kosningabaráttu, það sem að snýst allt að hefja sig upp fyrir láglaunafólkið, að þá bara fer millistéttin upp eins og rakettur af hneykslum. Þegar að vera að finna að því hvernig hinn menntaði millistétt heyja sína kjarabaráttu, að þá verður allt vitlaust. En það fyrir öllum sjálfsagt að segja láglaunafólkinu til hvernig það eigi að hegða sínu. Og það er alltaf reglan. Annarkvort er þetta vitlaust sem hún að segja, eða þetta er á vitlausu tíma, eða það er vitlaus manneskja sem segir þetta. Það er alltaf eitthvað að. Láglaunafólki hittir aldrei á það að segja, eitthvað sem er rétt á réttur stað af réttri manneskja. Og réttum tíma. Nei. Það bara gerist ekki. En mér finnst það merkilegt með að því að við sögðum á þann að gervöll hreyfing launafólks í landinu hefur fordæmt þetta með einum öðrum hætti. Að þá dregur Ríkissjónvarpið upp Ásmund í Kastljós. Þau hefur ekki verið með til dæmis Drífu sem fyrirverandi forseta ASÍ sem að enginn getur sakað að vera of vilhull málflutningi Sólveigar Önnu. Þau hefur ekki verið með forseta Alþýðusambandsins, ekki formann Starfsgreinasambandsins sem hefur verið í illdeilum við Sólveigu Önnu en samt Starfsgreinasambandið benti á að miðlunartillagan væri röng. Þetta draga ekki fram neitt af þessu fólki, þetta draga fram Ásmund og það sem var svo fyndið að ég með myndað úr fréttatímanum af strætóbílstjóra sem var í sjálfum fréttunum. Þetta ég náði ekki nafnin á honum, því við erum svona hlaupum inn, við erum bara að horfa á þetta á leiðinni. Það var að tala við hann. Þetta er pólskur innflytjandi og hann, það sem að mér fannst svo frábært að Ríkissjónvarpið hefur aldrei talað við innflytjendur í láglaunastörfum, aldrei nokkuð tímann. Við tala það og svona, og aldrei gefið í rödd í fréttatímanum. Þannig að mér finnst þetta er stórkostlur áfaki. Tala við hann á pólsku, þýtt yfir á íslensku. En ástæðan fyrir að tala við hann að það fannst sem sagt eitt félag í Eflingu sem vildi ekki fara í verkfall. Já, hann vildi ekki að fólk í öðrum geira. Já, það er nefnilega sorglega við í fréttinni að hann er strætóbílstjóri og þeir eru ekki að fara í verkfall. Nei. Það eru hótelþernur á Íslandshótelum sem eru að kjósa þetta. Ríkisútvarpið stórkostlega skref sem er stigu á að gefa innfluttu vinnuafli rödd var til þess að benda á að það væri nú ekki einhugur inn í Eflingu. Já. Þetta er hvatinn. Þetta er náttúrulega þessi fréttaflutningur er ákaflega sérstakur. Já, þetta er mjög sérstakt og eiginlega bara óboðlegt að mitta eins og segir að þetta stóra augnablik í íslenski fjölmiðlasögu skulle vera notað með svona hætti að draga fram, þeirra hafa væntanlega þurft að leita vel meðal strætóbílstjóra. Þeir hafa farið inn á síðu sem heitir Pólverur í Íslandi. Já.
og fundi þar svona gagnrýni. Það var náttúrulega í kosningunni, formannskjörinu, að þá var andstaða frá Pólverjum. Agnieszka Eva, sem varaformaður, var í andstöðu við Sólveigu Önnu og það fylgdu henni margir Pólverjar, veit ég. Það svona kjarni ákveðnar andstöðu við Sólveigu Önnu. Þannig að það ekki vant að finna Pólverja sem talar gegn Sólveigu Önnu. En þetta virðist vera mjög persónulegt. Og það ekki vant að finna erlent verkafólk til að tala við. Það ekki vant að finna starfsfólk á Íslandshótelum til að tala við, ef þú vilt það Þeim langar vantilega ekki að heyra frá þeim, sérstaklega ekki fólki sem að kannski pólitíkin í þessu að ráðherrar VG, þeir eru tveir lýst yfir stuðningi við Aðalstein, bæði fyrst raunverulega svona mjög loðið vinnumarkaðsmála ráðherran, hann Guðmundur Ingi Guðbrandsson, varaformaður, og svo Katrín Jakobsdóttir formaður. Og það kom fram held ég hjá Aðalsteini að hann hefði talað við, að því að hann spurður sérstaklega það, hvort hann hefði talað við Guðmund Inga, sem kallaði Mummi, hann hefði talað við hann, hans að það var gert það daginn áður. Og Guðmundur Ingi segir eitthvað sem svo að hann hefði bara kynnt sér þetta, hann hefði ekki samþykkt þetta, þannig að hefur ráðherrann ekki andmælti svo neitt nátt. Og þegar að Katrín Jakobsdóttir kom til landsins, þá upplifði ég samtalið þannig að það hefði líka verið talað við hann að undan. Og það sem að mér finnst að ég að koma fram við hverja talaði Aðalsteinn daginn áður, þannig meðan hann var að taka ákvörðun. Það hefur núna komið fram, sem að Sólveig Anna segir, að hann hefur það eftir samtölum við hann, að hann hefði talað við ýmsa menn úr verkalýðsforystunni sem voru í karpúsinu af ýmsum ástæðum. Við vitum að þangað það einhverja svona viðræður sem eiga að vera til undirbúnings næsta kjarasamningi, en eru náttúrulega hvorki fugl né fiskur vegna þess að það veit ekki hvort að verðbólgan eigi að vera 5% eða 15%, þannig að það eiginlega ómögulegt að vita hvert þær viðræður að fara, en þeir eru þarna eitthvað staðar, þannig að hann lætur í það skína í samtölu við Sólveigu Önnu að hann hafi njótið eitthvað svona víðtæk stuðnings við þetta, hann sé ekki breytt með þessa hugmyndir. Við vitum að hann talaði við Guðmund Inga en ekki fleiri. Ég finnst að ég að koma fram, hann að segja það bara. Já, auðvitað hann að ljóstra upp við hverja hann ráðfæri sig við svona tímamót að þetta eru eins og flestir leiðtogar hafa sagt hérna undanfarandi daga, þetta eru gríðarlega stór tímamót í íslenskri sögu verkalýðsbaráttu. Ganga þvert á söguna og hefðina. Já, þvert á söguna, þvert á hefðina og kannski fordæmisgefandi ef þetta nær fram að ganga. Þannig að auðvitað hann að ljóstra upp það við hverja hann tala og ráðfæri sig. Ég veit ekki hvernig upplýsingalögin eru eða hvort hann þarf að gera það, en mér finnst sjálfsagt að hann geri það eða þá að málsaðilar krefja hann hreinlega það. Ég held að hefur Sólveig Anna ekki spurt hann formlega. Jú, hann svaraði ekki. Nei. Ég held að hann ekki. Mér finnst það skipta máli. Hefur hann svarað einhverju sem að Sólveig hefur spurt hann? Nei. Það eitthvað svona yfirleitir en auðvitað skiptir það máli við hverja hann ráðfæri sig í aðdraganda svona ráðstöðunar, það skiptir öllu máli held ég og mér fannst svolítið undarlegt að það er mín persónulega skoðun að nafni minn vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson hafi ekki hreinlega frestað för sinni til Danmerkur. Eða ég meina hann segir já, ég ætla að hitta þig á mánudagsmorgun 9. Nei, heyrðu, ég þarf að flýta för minni að því að spáði ykkur vondu veðri að því ég þarf að vera með fund á þriðjudaginn í Kaupmannahöfn, þannig ég þarf að fljúga. Ég meina, talaði hann ekki bara, Katrín Jakobsdóttir talaði nú einhvern tímann við utanríkisráðherra Bandaríkjanna á Keflavíkurflugvelli. Það eru fundarherbergi þar. Það er þetta að hitta bara á leiðinni. Stundum hefur ekki lent í því að það þurfa að tala við mann og skuttla út á flugvöll á leiðinni og nota bílferðina til þess að funda. Jú, ég minnst það ekki. Svo líka til sími. Já, og ekki líka bara búið að leggja fram þá stefnu innan ríkisstjórnarinnar að nýta sér fjarfundatækni eins og hægt er. Ég man ekki betur en að vera umræðum það fyrir nýlega, þannig að ég er svektur með ráðherrann að koma sér undan því að hitta Sólveigu Önnu á þessu tímamótum vegna þess að þetta hefði
Hugsanlega geta kasta ljósi og varpa ljósi á það sem að gerast ef hún fengið að hitta hann. Herði, ég ætla að tala þessa stöðu alla við Sigurð Pétursson og Gísla Tryggvason á eftir, þannig að við verðum að fara yfir í önnur mál. Mér fannst merkilegast í morgun var hækkun vísitölunar. Já, það er mikil. Og var miklu meiri heldur en að rekna með, eða allir. Ég vil nú benda á það því að við tölum dýrtíðina svolítið, ég og Marja. Og við höfum alltaf spáð í að verðbólgan væri ekkert að leiða niður, heldur bara að leiða upp. Ja. Þannig að Hagstofa samstöðurinnar, hún spáði því að verðbólgan væri þarna. En þetta var langt fyrir ofan spá allra. Ég heyrði meira segja eitthvað aðeins sem alltaf með svona forstuðumenn í hagdeild og bankana. Ég heyrði bara óminnaði í einhverju fréttanum og þá var einn mættur og sagt, þú veist, já, þetta er bara eitthvað svona, já, slís, eitthvað og svona, en hún fer niður. Sem að það er bara engin merki það. Þetta er svo mikil tíðindir vegna þess að það var komið fram að það var orðið frost á fasteignamarkaði sem er 20% af vísitölunni og hefur drifið hann áfram á undanförnum misserum raunverulega. En það búið að slakka á henni. En samt er hún að fara eins og hún var hæðst í sumar þegar að var eiginlega Seðlabankinn að lýsa yfir hálfgerðu neyðarástandi yfir þessu. Þannig að ég hef skuldabréfa vextir ruku upp í dag sem bendir til þess að hinn svokallaði markaður hafi ekki reiknað með því að það kæmi fram svona mikil verðbólga. Það sem það er nokkur atriði í þessu, það er náttúrulega gjaldskrárhækkanir hins opinbera, ekki síst sveitarfélagana og krónutölu skattar Bjarnar Benediktssonar, áfengi og í sambandi við innflutning og bílum og öðru slíku sem hækkar þetta. Það var allt fyrir sig. Það er bara miðlungs góður nemandi í hagfræði geta reiknað sjálfur. En það sem þann inni er gríðarlega hækkun á matvöru og hækkar 2% á milli ára sem er náttúrulega bara einhver milli mánaða sem er bara einhver verðbólgur hraði upp á 25, 6, 7%. Já. Það er bara eins og hann var að vísa til hann Ásmundur verið verðbólgan 30% þegar hann var sem vest. Já, þar inni er mikil hækkun á landbúnaðarvörum en það er líka alls konar innlendum matvælum. Þannig þetta er ekki þannig að krónan hafi fallið svo mikið þess að hækkar verðlaga og innfluttum matvælum svona mikið, það er ekki málið. En hún er samt að veikast eitthvað. Já, bætir í gerir þetta kannski eitthvað aðeins verra, en þetta er slæmt, þetta er gríðarlega háar tölur. Verðbólgan sem knýr hann áfram eru 5 atriði. Það er húsnæðismarkaðurinn sem hann er í frosti, hann er ekki að gera það. Það er innflutt verðbólga, það er sem sagt búið að vera verðbólga í Evrópu, sérstaklega, og reyndar víða í heiminum. Þannig að innflutningur hækkar í verði og veiking krónunar getur líka valdið þess að innfluttar vörur verða hærri í verði. Það er það sem það eru gjaldskrárhækkanir hins opinbera sem koma fram núna og voru fyrir síðar. Það sem hið opinbera, að því að verðbólga, telur sig bara þurfa að velta sínum kostnaði út til neytenda aftur. Á sama tíma og hið opinbera gera kröfur við launafólk, meiri segja fátæku í hótelþernum á Íslandshótelum, að þær bara kingi hækkuninni og sætti sig við kaupmáttar rýrnuna næsta ári, að hið opinbera gera það ekki. Hún átti að vera pening og dælir svo út. Fjármálaráðherra hefði getað hækka til dæmis fjármagnstekjuskatt sem hefði ekki haft verðbólguketandi árið. Hefði getað lagt á auðlegðarskatt, hefði getað hækka veiðigjöldin, gert alls konar hluti til að afla ríkinu tekna sem að auka ekki verðbólgu eins og hækkun á áfengisgjaldi, bensíngjaldi, tollum og alls konar svona dótiri. Síðan eftir með það sem er kallað svona innanlands þensla, svona eftirspurnar þensla. Það var mikill hagvöxtur í fyrra. Fyrirtækin ganga flest mjög vel. Já, mörg hvað skilja meðtaka. Ja, alveg bara ótrúlega góðar í fyrirtækrekstri á Íslandi. Það má sjá ýmis merki í sambandi við launavísitöluna, það er svona launaskrið svona ofalega, það er eftirspurnandi vinnuafli, það eru flest fyrirtæki sem vantar fólk en get ekki ráðið, það hækkar svona launaskriðið hjá þeim sem er ekki á nögtum taxtanum. Þannig að það er svona aukin eftirspurn í samfélaginu og sem getur hækka verð. Og svo er það sem menn hefur verið að ræða undanfarið við hér í samstöðinni, meðal annars við hagfræðing BHM, Vilhjálm Hilmarsson, sem er hagnaðardrifin verðbólga,
sem byggir á því að fyrirtæki hækka vöruna, hækka verð á vöru og þjónustu eins mikið og mögulegt er til þess að auka hagnað sinn. Þangað til að þau búin að hækka verðið svo mikið að dregur úr veltu og hagnaði að þá ertu búin að hækka á mikið. Þannig að þú reynir að hækka bara eins mikið og mögulegt er. Það er alls ótengt hver kostnaðurinn var hjá þér eða annað, hvort að launin hækkuðu. Það er bara þú sem forstjórinn í Óra eða Ölgerðinni eða bara á næsta veitingastað, upplifið það, þú vinnur við það að ná inn eins miklum hagnaði til þess að geta greitt eigenduðum eins mikinn arð og mögulegt er. Þannig að þú reynir að hækka verðið. Og þegar að verðbólga fyrir í gang, og líka hefur verið bent á það í Bandaríkjunum að það er mikið fjallað um þetta þar, að eftir COVID að þá svona rugglist verðskinn neytenda og þá skapast færi fyrir þá sem ákveða verðið, sem eru eigendur fyrirtækja, að hækka verð mikið. Og þetta er talið vera mikið vandamál í Bandaríkjunum. Þetta er aldrei rætt á öfugvettvangi hérna á Íslandi, nema hjá BHM og hérna við samstöðuna, en er tilfellið. Og ég er með svona langa lestur, vegna þess að eina fréttum dagsins var það að verðið til þess að horfa á enska boltan hækkaði 33% í dag. Já, hvaða fyrirtæki er með? Það er Síminn. Það er Síminn, já. Þeir eru líka önnur frétt í dag að þeir ætluðu að borga eigundu sínum út, ég man ekki hvað var það, 15-16 milljarðar eða? Ég held að það er núna ætlaðir að greiða út 16 milljarða til eigenda sinna. Þeir höfðu gert 33 í september í fyrra. Þetta er salan á Mílu, þetta er salan á innviðunum, þetta er að skræla fyrirtækjað innan. Þetta eru 50 milljarðar í reiðufér sem að eigendurnir Nei, þeir fengu reiðufér 33 milljarða. Já, eða þetta eru 50 milljarða greiðsla. Ég held ég að fengið þetta 34,5 eitthvað leys. Þeir notuðu eitthvað 1,5 til þess að borga öllum lögfræðingunum og endurskoðendunum sem hefur síðan þetta og eitthvað svona smottir í, en annað fengu eigendurnir. Þetta eru 50 milljarðar. Já, það fengur 34 eða 5 milljarðir reiðufér en hitt í skuldabrifum og þeir voru að selja skuldabrifi núna til þess að geta flýtt í að borga eigendunum arðinn. Þetta eru leifaðir af innviðum samfélagsins sem foreldrar þínir byggðu upp. Já, og þetta eru 50 milljarðar konir til stærsti eigandinn er náttúrulega fyrirtæki sem þetta Stóðir. Fjárfestingarfélagið Stóðir. Sem er FL Group drengirnir. Já, gömlu FL Group hópurinn og það eru náttúrulega svona í eigandahópnum eru mörg þekkt nöfn frá hrunárunum sem eru þarna að fóðra sig upp á nýtt með því að selja innviðina. Og þeir skræla fyrirtæki innan með því að selja öll verðmæti innan á fyrirtækinu og borga sjálfum sér, skilja fyrirtæki eftir sem skél, kallaðar. Það eru svona fyrirtæki að þau hafi ekki neina seglu ef að Síminn lendir í einhverjum vandræðum að þá til dæmis getur hann ekki dregið úr fjárfestingu innviða í smá stund til þess að hafa meira fé umleikis, heldur verður hann bara alltaf að borga þessu franska fyrirtæki leiguna, þannig að mjög líklega fer Síminn á hausinn svona innan 15 ára, það er bara út af sveiflunum í hagkerfinu að hann bara getur ekki staðið af sér óveður. Og þá fara menn í það, þeir eru búin að skræla það innan, þá fara menn í það að blóðmjólka viðskiptavinna eins mikið og mögulegt er með því að hækka alla vöru og þjónustu upp í topp og þar með enska boltan. Það eru enska boltan? Nei, ég hef ekki hort á fótbolta síðan að bara Bruce Grobbler var í markinu hjá Liverpool. Ég held að það sé svona, þannig að ég er svona blessunlega laus við það, að það verður ekki að horfa á fótbolta mikið. En ég hef fylgst með handboltanum. Þetta er fyrstu merkin að fyrirtæki sé í þessum fasa að fara að hækka gjaldskrár og að hækka verð á þjónustu með því að taka þessa vinsælu vöru sem að enski boltinn er og knýja fram að þriðjungshækkun. Svo koma eigendurnir fram og segja við urðum að gera þetta. Einhverju starfsmenn og það er verið að moka út 50 milljörðum út baktinnar. Já, á 4 mánuðum. 50 milljarðar. Við urðum að bregðast við. Sem endur með hans gengið, ég fletti því nú upp. Gengi pundsins hafði reyndarhækkað 1% frá því fyrir árið síðan. En þeir voru að hækka 33%. Þeir nefndu gengið. Já. Og svo var líka að það væri dýrar að kaupa enska boltan. Já, hann var alltaf 33%. Herðu, erum við með meira? Herðu, ég fekk heimildina. Ég blæði inn dyrnar hjá mér á föstudaginn held ég síðasta og þar voru margar... Nei, ekki síðasta, þar síðasta. Hann kemur núna föstudaginn. Það var þar síðasta? Já. Það er mánudagur í dag. Já, þetta var í síðustu viku. Hins vegar
Þetta erfitt með blöð sem að koma út aðra hverju viku, maður mann aldrei hverju vika það Nei, ég haf minnst ákvæmst búin að vera að lesa þetta og þar voru fréttaumfjöllun nýja verksmiðju í Þorlákshöfn sem að mér fannst nokkuð merkileg vegna þess að þarna er verið að fyrirhuga að reisa verksmiðju sem að á staðar við Þjóðarleikvang sem að áætlað að byggja hérna í Laugardalnum, bara onni í miðbænum í Þorlákshöfn og þarna eiga að rísa 40-60 metra háir turnar, svona síló og moka í burtu hlutu fjalli hérna frá Þorlákshöfn. Þannig að mér finnst þetta stórfrétt og þarna samfélagi allt undir. Mér finnst þetta merkilegt að þarna risastórt alþjóðlegt fyrirtæki að fara að fjárfesta í þessari verksmiðju. Getur ekki fengið þarna bæjarfulltrúan sem að mótmæla þessu? Það hérna einn mjög hugrakkum kannski byrjið að vera hérna á morgun líka því að María áfram veg. Getur við ekki bara fjallað Þorlákshöfn á morgun? Jú, þetta er merkilegt mál. Það tengist líka öðru sem að gerast í Þorlákshöfn sem að mér finnst merkilegt að hugsa líka og spá í. Það eru frekari uppbygging á íbúðarhúsnæði og svona nýri bæjarmynd í Þorlákshöfn. Hún tengist þessum fjármagnöldur sem er að reyna Það er þetta svona miðbæri eins og við Selfossi sem í eigu Þetta er eitthvað álíka. Nú það eiginlega í tísku hjá auðmannunum að eignast miðbæ. Þetta fyrir hrun vildur eignast fjölmiðla. Nú það að hafa áhrif á og banka náttúrulega. Nú eiga allir sinn miðbæ. Já, og ætla að hafa áhrif á þetta byggðarsamfélag sem við búum í. Það ljóst að þetta er svona nýjasta tekjulindin. Nú hafa menn alltaf átt að sjá því að það ætti að græða alveg óheyrilega mikið á því að eiga íbúðarhúsnæði og þetta er svona nýja gullæði. Herðu, við segjum þetta nóg við fréttum dagsins. Þú kemur hérna eftir og segir mér fréttið utan úr heimi frá